Næs og það sko. Ég veit ekki sko. Næs. Það komið rautt ljós á hljómina með Nei, já, við búum að söfna. Halldór Helgi, Vibe bróðir. Já, velkomin. Já, en takk fyrir, gaman að vera komin einnina í viðtal. Já, venjulega þið nú tveir, hvað í gangi? Já, ég Matti eitthvað veikur, hann var rosalegur í morgun. Já, greið sko, en ég sagði ég teki þetta bara sóló, fyrsta skipti. En ég hef nú haldið að þið eru þá bara alltaf báðir veikir ef hann veikist. Já, maður hef haldið það, við erum alltaf saman sko. Ég er bara geggjaður sko. Já, ok. Ég veit ekki sko. Það er bara mjög gaman að fá þig hérna einan. Já. Næst kemur það bara Matti. Já, þetta getum tekið svona vaktaskipti þannig sko. Þetta gæti verið uppæð á sólóferli. Þetta viðtal er byrjunin. Ég var spurt með þetta 30 ár, hvað byrjaði þetta? Það var ég fór einn í viðtali bylginu og þá breytist lífið sko. Og sá ég geti þetta einn. Nei. En þið eru aðeins duglegir bræður. Það er svo margt að gerast hjá okkur. Þið voruð að gefa út lag á föstudaginn. Já, heldur betur. Hvað heitir það? Þetta reddast. Hvað reddast? Bara þetta, skilju, þú har alveg heyrt þetta. Gamla góða íslenska orðatiltæki, þetta reddast. Alveg sama hvað það er. Já, það er on God þannig, sko. Það er alltaf bara, við tengjum ekki við þetta, skilju. Það tengja allir við þetta, skilju. Þannig að þetta er bara svona, þetta var easy concept að lagi. Þetta var eitthvað, ég vaknaði einhvern veginn meðanótt og það kom til mín, sko. Ok. Nei, ég sendi svona ándis eitthvað voicemail og Matta, ég með geggja það lagi. Bara eitthvað, þetta reddast. Við segjum bara eitthvað stupid dæmi og síðan segjum alltaf bara þetta reddast endalaust. Þetta kom til í nóttina? Já, þetta kom til í nóttina, sko. Í draumi eða? Nei, það kom ekki til í draumi, sko. Jú, þetta er svona, ég gæti þetta sagt það miklu nettara. Ég segi það bara. Svona eins og Yesterday með Paul McCartney. Það var bara eitthvað allt Þú getur líka sagt bara milli svefns og vöku. Já, þetta var eitthvað þannig, sko. Áttu erfitt með svefn? Ég er búinn að snúa sólunum mér svo algjörlega við, sko. Ég er alltaf bara vakandi bara til 5 eða eitthvað. Já, ég gerði hann ekki í gær. Og dölur, út í vissi að ég var að vakna snemma. Sem betur fer. Já, sem betur fer. Býtu nú, en hvernig getur þú þá samt snúið við bara svona dag á dag? Veit það ekki. Ég er með eitthvað töflu eða eitthvað. Ef ég þarf að vakna snemma og tekja hana. Eru til svona vakna snemmatöflu? Já, þetta er algjör snildi, verður að tjekka þessu. Nei, þetta er ekki eitthvað melatonin eða eitthvað. Það er bara eitthvað basic, sko. Já, sem hjálpar að sofna. Já, ef ég þarf að vakna snemma, sko. Já. Annars er ég bara vakandi eitthvað langforma nótt, sko. Það er bannað á Íslandi, sko, melatonin. Já, hæ? Já, löggan getur beðið til það. Er það? Nei, jú, það Ég veit ekki neitt, sko. Nei, það er margir Íslendingar sem kaupa þetta í Bandaríkjunum. Ég held að sé megi ekki selja þetta í svona frjálst. Já, þess vegna var líka bara að grínast, sko. En byrju, þið eru að halda ykkur svolítið í sama svona anda eins og með þetta reddast þetta nýja lag. Já, það er við tókum mjög mikið bara, við vildum hafa fyrsta lagið og það verðum sérstaklega að gjóða plötu eftir í apríl. Og þetta er fyrsta singullin af nýja stöðfinn okkar og við vildum hafa hann svona í svipum dúr og róa. Þannig við erum að halda áfram með svona fiðlukonsertið í þessum singli og já, þannig að við vorum svona hægt og róla transition okkur yfir í nýja dótið með þessu lagi. En þetta er ennþá samt sko, þetta er róa feelingur, skilju. Já, en öll platan verður ekki þannig? Nei, þú veist, við erum með alls konar dóta á plötu, sko. Hvað er mörg lög á plötunni? 15 lög. Ok. Hörku dæmi. Er eitthvað balluður? Það er eitt lag sem er svona, byrjar ballað en verður síðan eitthvað rugl í lokin. Það byrjar svona eitthvað alvöru, eitthvað rólegt dæmi og síðan förum við eitthvað rugl. Við endum alltaf í því eitthvað. Vantar rómantík í ykkur bræður eða? Ég veit það ekki. Ert þú ekki rómantískur eða? Jú, ég get alveg verið það, sko. Áttu kærustu eða? Nei, ég hef ekki kærustu, sko, en ég er sann, sko, ég myndi alltaf segja að ég gæti það, sko. Ég er mjög rómantískur, sko, þegar ég fæ tækifæri til þess, sko. Þannig að þú þarft einhverja opnun þarna, það er eitthvað tækifæri. Já, ég er ennþá bara að bíða því, sko. Ef vondi kemur bara næstu dögum, ég er bara bíðspenntur. Já. En hvað stendur svo til? Er ekki alveg brjálað að gera hjá? Herri, við erum alltaf eitthvað að gera eitthvað rugl, sko. Það er alltaf ykkur verkefni. Við erum aldrei verkefnalausir. Við erum plana Evróputúrinn sem er að byrja, við erum að hefja ferðalagi eftir mánuð, þá förum við í þessa veislu. Býtum nú við, hve lengi er sá túr? Við erum bara mánuð úti og við erum frá bara lok feb til lok mars. Evróputúr? Já, það er skemmtilegt. Og margra landa? Já, við erum að fara til fullalöndum. Óli er að sýna mér öll löndinni, svo ég veit ekki hvert er að fara, sko. Óli, komdu í hljóðum, mann. Hvaða lönd er þetta? Ólafi Jóhann, hvað titlar þið í Vibe genginu? Hann er svona social media manager, sko. Já, eða ekki? Jú, þetta er social media manager Vibe.
Við erum að fara til Oslo, við erum að fara til... Sko, þú viðtalið náðan, þá vissur ekki neitt. Jú, ég vissi þetta Þess vegna ákvað ég að hafa plan B hérna. Já, þú veist, ég veit alveg, eins og ég veit ekki hvert að fara. Þú veist ekki neitt, Ég veit allt þetta. Ég veist að ringi klokkan 8 í morgun eftir vaknaður. Já, ég var vaknaður. Það er bara hannig. Já, þú veist, við erum að fara, tökum alltaf Skandinavíu, förum alltaf í Þýskalands og Austurríki. Allt svona helsta sko, þetta verður bara algjör. Er þetta svona Eurovision tengt eitthvað eða? Þú veist, þetta ekkert á vegum Eurovision eða svoleiðis, en þú veist, allir sem eru að mæta á þetta vantar að kynntust okkur í gegnum Eurovision. En byrju, Óli, mér langar að vita hvernig að plana túr með einhvern sem veit ekki eins og hvert hann að fara? Ég er ekki að plana túr neitt, sko. Hann er bara að taka vídeo. Ég er bara stemmingsmaður, sko. Er þið byrjað að selja miða á þetta líka? Já, það er bara... Gengur vel? Það er bara uppselt á nokkra staði, sko. Og það er yfir 70% meðar komið á alla staðina. Þannig að þetta verður bara pakka allstaðar í Evrópu. Ég er ósað spenntað fyrir þessu. Geggjað. Eigið þessast mikið af aðdáendum í Evrópu? Já, miklu fleiri en á Íslandi, skilur út að það eru náttúrulega svo fáir á Íslandi. Þannig að... En það færið þegar þið farið? Já, andjóks. Við erum að taka alveg stóra póstu. En þið eru að fara til Luxemburg? Já, það er bara núna helgina, sko. Þá eru sem sagt að... Ég veit ekki hvort ég megi segja þetta út að við erum leyniatriði sko en það er óseint núna skilur en við erum að fara eitthvað að spila eitthvað. Vonandi er enginn í Luxemburg að hlusta akkur núna. Já, Íslendingarnir höldum þetta bara hérna, þetta er svona á milli okkar sko. Mér datt í huga að spyrja, vissur það var til hérna að hlusta mikið á útvarpsstöð sem hérna í eldgamla daga sem hétt Radio Luxemburg? Ég veit þetta ekki. Nei. Þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Þú veist eitthvað þegar þú ferð til Luxemburg. Já, ég get sagt þetta. Þú væri dremsk. Ef ég fer eitthvað viðtal núti, þá veit ég þetta. Það er mjög gott að vita eitthvað svona smá. Já, frábært. Þannig að býta nú við, það er Evropatúr og það er plata og nýja lagið. Þurfum við ekki að fá að heyra þetta nýja lagið? Þið þurfum eiginlega að heyra það sko. Það er stemmingslag sko. Við gerðum þetta lag einhvern veginn bara rétt eftir að komum heim úr Eurovision. Við erum búin að eiga þetta lag í bankanum alveg hálft ára eða eitthvað. Ok. Þetta reddast. Þetta reddast. Frábært. Hálfdán Helgi Matthíasson, væbróður og Ólafur Jóhann, samfélagsmiðla gúrú. Takk fyrir það. Þú veist nú að tala líka. Já, við vorum sko að velta okkur fyrir í morgunna því að Matti er veikur og ég ætti kannski bara að leika Matta. Það hefði verið fyndið sko. Megum einni. En Matti var brjálaður þegar hann frétti það á hugmynd, þannig að við slepptum því. Okay. Já, hann vildi ekki láta Óla tala fyrir sig sko. Óli getur sagt hvað sem er. Gera það bara næst. Takk fyrir spjallið, góð ferð. Herru, takk kærlega fyrir. Þetta var í stuði.